ok? Það góða er að við getum ákveðið sjálf hvernig við hugsum. Það er enginn sem stjórnar því nema við sjálfir. Við getum ákveðið, ég ætla að vera leikmaður sem trúa sjálfum sér, sem vill fá boltann, sem hugsar jákvætt, sem tekur frumkvæði, sem setur sér markmið, sem gefst aldrei upp. Það er allt hlutir sem við ákveðum hérna í hausnum. Og við þurfum að æfa okkur í því kannski og vinna með það þegar gerist ekki sjálfu sér. Og þess að allir andlegir þættir, allt sem er hugarfarslegt, allt sem gerist í hausnum á okkur er eitthvað sem við getum æft. Má svo boltan. Þannig að ef ég er að æfa mig, fyrst, þegar ég gerir þetta, þá get ég þetta bara í hálfa sekúndu. Svo get ég þetta meira og meira og meira. Svo get ég þetta og spila á píanó líka. Og svo get ég þetta og sest niður og staðið upp. Og svo get ég gert það og labbað yfir fótboltavöllina aftur tilbaka og svo framvegis. Þannig að maður æfir svona á lengi einhverju, þá verður maður góður í því. Getur haldið bolta fyrst bara einu sinni, tvisvar á lofti, en svo getur maður haldið á lofti 100, 200, 300 sinni, hvað er metið ykkar? Endalaust. Þeir sem eru góðir. Alveg eins með hugarfarsleg atriði, okay, að hafa sjálfstraust, að þora hlutunum, að taka mótlæti, einbeiting, metnaður, sigurvilji og allt þetta er hægt að æfa. Allt þetta er hægt að æfa. Eða haldið það sé meðfætt allt. Fæðist ég með gott sjálfstraust eða ekki? Það er bara svoleiðis. Shit, ég er ekki með gott sjálfstraust, þá get ég aldrei orðið betri. Ég þori ekki að halda ræðu, réttu pönt sem er til að koma að halda ræðu hérna í 2 mínútur efni sem ég vil. Ef þið er réttu pönt, þá getur verið í pikkingur hingað upp. Má segja réttu pönt sem þorið í hérna inni. Ég sé engan réttu pönt. Ok? Það þýðir að við þorum ekki alltaf, við höfum ekki alltaf sjálfstraust en við getum æft okkur í því. Maður getur æft sig í því til dæmis með að tala ekki í 2 mínútur, heldur í 5 sekúndur. Ok, ég ætla að standa upp og gera mig fíbli þar bara 5 sekúndur svo allir búin að gleyma því eftir. Er eitthvað til í að gera það í 5 sekúndur? Réttu pönt. Ok, það er 2-3 farnar réttu pönt. Mjög gott. Og svo æfi ég maður að vera pínu auðveldara næst og þegar ég gata í 5 sekúndur, þá hlýt ég að geta í 10 sekúndur næst. Þannig að svona verður maður smátt og smátt betri í því sem maður æfir sig, hvort sem að það er líkamlegt að halda bolta á lofti eða andlegt. Sjálfstraust, koma fram fyrir fram fólk, tala, vera betri ræðumaður. Skiljið hvað er að fara? Nei, allt á kínversku, skil ekki neitt. Ok, síðan aðferðir til að ná betri árangri heldur en aðrir. Það er gott að velta því fyrir sér, því að þið vil ná betri árangri heldur en næsti maður hliðin á, liðin sem eru að keppa á móti og svo framvegis. Þið eru í samkeppni og þið ætla að finna ykkur að leið til þess að vera betri. Þá er annarkvort hægt að gera eitthvað sem engum er áður dottið í hug. Katrín Jónsdóttir fyrir að æfa frjálsar til þess að verða fljótar að hlaupa. Gerir pínlítið öðruvísi, ok? Eða gera eitthvað sem margir aðrir að gera en bara gera betur. Æfa fótbolta eins og Gylfi Sigurðsson en bara 15 mínútur ekstra. Á hverri æfingu og yfir langa tíma verði ég betri en hinir.